næst ætlum við að senda boltan á hana Evu Maríu upp í Listagil hérna á Akureyri en þar hafa verið í gangi verkefni sem kallast Rót. Við erum sett hérna á flötinni fyrir framan listasafnið. Á mánudaginn hófst Rótin 2014. Getur aðeins sagt mér frá því hvað er það? Þetta er vikulangur listviðburður í portinu og hérna í Listagilinu á Akureyri þar sem við fáum til okkar 10-15 listamenn frá ólíkum listgreinum hverjum einsta degi og viljum hafa sem breiðustu flóru af listafólki. Þetta er ekki sem sagt útlærðir listamenn allt saman, þetta er þetta svona skapandi einstaklingar og hafa verið virkir einmitt ungt fólk á Akureyri sem við höfum tekið eftir og við höfum fengið til þessu okkur og hefur beðið að taka þátt. Og hverjum einsta degi þá mætum við sem sagt og fáum okkur morgunmat og spjallum lífið og tilveruna. Og einhverjum tímapunkti þá fyrir við að fjalla þessar pælingar á verklegum nótum. Hvað getum við gert úr þessu í dag? Og þetta fer margar hringi og rosa margar skemmtilega pælingar sem koma fram. En við veljum eina góða og ákveðum sem að framkvæma hana samdægurs. Og þetta hafi verið misstór verkefni og missflókin verkefni og rosalega misjöfn verkefni upp á hugmyndafræðilegan þátt. Og hvert er markmiðið með þessum viðburði? Að draga listina til almennings eða svona liggum við að þröngva hana kannski upp á fólki í miðbænum og túristana á Akureyri og líka fyrir okkur sem myndlistarnema og útskrifaða myndlistarnema að fá að starfa í það sem við lærðum til og gera það svo ástríðu fyrir og öll þessi hamingju orð í sambandi við listina. Og nú hljómar sinfóníu tónlist, er það þema dagsins eða tengist það því eitthvað? Í dag sem sagt fórum við að tala alls konar hluti eins og áður og töluðum meðal annars sinfóníur og eðli sinfóníu, hvað rosalega mikið hljóð og hvað gefur frá sér hljóð og fórum alveg út í það að þegar gúrkur eru skornar niður, hvort það gefur frá sér hátíðnihljóð og hvort það séu þá lifandi sem slíkar og gefa pappadiskar frá sér hljóð. Og við fórum líka að tala hljóðin í geimnum sem eru rafbylgjur og tíðni og sem er breytt í hljóðbylgjur. Maður fer alveg allan þennan skala en við erum að fjalla allt annað í dag en yfirleitt hefur við alltaf tónlist í bakgrunn á því sem við erum að gera og ákveðum þá að byrja á sinfóníu í dag. Þemað hjá ykkur hefur verið meðal annars flug og regnskógar og eldhús og svo var Freud tekin fyrir í gær. Segðu mér aðeins frá verkunum sem eru núna úti á flötinni til síðis. Já, ef við byrjum á flugherminum þá er það sem fórum við rosa mikið að tala flug og frelsi og tilfinninguna að fljúga og sem spratt allt út frá því að hún heiti sem vinnur í sundlauginni og sagði okkur frá því að það er rosa mikið af fjöðrum lausum. Þannig að við byrjum að fara að tína þær og síðan vorum við með risastóra spegilplötu. Hvað getum við gert við hana? Ef við leggjum hana á gólfið þá getur staðið á henni og þá líður eins og þú sért í himninum og þetta endaði með svona að þú leggst ofan á bekk með vængjum á og þá sérðu þig með vængi og himininn. En síðan var það eldhúsið, þá vorum við öll að pæla hversu erfitt það er að vera svona margir einstaklingar að vinna saman einni hugmynd. Þannig að hvernig værum við sem ein hugmynd, hvernig værum við sem einn einstaklingur, hvað lýsir einstaklingi og það er húsið þeirra, það lýsir einstaklingi og hvað er það við húsið sem lýsir einstaklingi best og það er eldhúsið þeirra og eldhúsið er hjarta heimilisins. Þannig að við ákveðum búið til okkar eldhús og bjóða öllum að koma til okkar í kaffi og mat og ís og grillmat og allt svoleiðis. Síðan regnskógurinn, þá vildum við virkilega gera eitthvað stórt og hafa læti og breyta gilinu öllu saman. Þannig að við skrúfum frá brunahana og sprautum yfir allt gilið og blöstuðum svona frumskógarhljóðum og jungle tónlist og tribal tónlist og 80s Italian og disco jungle lögum og það var rosa stemming þá. Og í gær þá vildum við mála. Við vorum með þessar álplötur það var skemmtilegt að hver fengi sína álplötu og gera það sem við vildi við hana. Ákveðum síðan að það væri gaman að taka fyrir af því við vorum búin að tala þann daginn Freud og sálgreiningu Freuds. Allt sem við gerum það verður einhvern veginn kynferðislegt eða snýst foreldreina og
alla þessa sálfræði á bakvið og þessa meiningu sem við leggur í allt sem við gerum og hvað aðrir túlka. Já, og í dag erum við einmitt að vinna mjög spennandi, en við vitum ekki alveg hvernig það endar, en við erum rétt að byrja núna. Þið eru að gera þetta núna í ár í fyrsta skipti. Sérðu fyrir þér að gera þetta aftur á næsta ári? Við hefum fengið rosalega góð viðbrögð og allir þátttakendur sem taka þátt vilja að þeir hefði fengið meira frí í vinnunni og þetta sé rosalega gaman og svona, já, ef það býðst þá væru alveg til að gera þetta aftur, algjörlega, þetta er æðislegt.